Ég verð örugglega áfram eftir 10 ár við þetta sama púsl. Það að vinna í vísindum að vinna rosalega stórt púsluspil og maður sem vísindamaður getur bara ætlast til þess að setja nokkur púsl inn í þessa óljósu mynd og ég mun örugglega setja áfram við þetta púsluspil eftir 10 ár en ég vonast til að þá verði myndin aðeins skýrari og ég vona einmitt að okkar púsl hafi gert það skýrara hverjir eru viðkvæmir í þessum aðstæðum, hverjir verða fyrir heilsutjóni eftir áföll, eftir alvarleg áföll og hverjir verða það ekki. Þannig að við getum einbeitt okkur betur að þeim sem eru í áhættu og að við getum þróað meðferðarúrræði og fyrir þau. Ég hugsa að eftir 10 ár þá verði ég nú áfram prófessor við Háskóla Íslands. Ég hugsa að þetta stóra rannsóknarverkefni sem við erum að leggja á stað í núna, blóðskimun til bjargar sem þessi skimun, að hún muni vinda upp á sig og ég muni í rauninni vera að vinna úr þeim gögnum og niðurstöðum að minnstakosti næstu 10 árin og jafnvel lengur. Vonandi leiðir þetta til þess að við finnum mikilvæg svör eins og að koma í veg fyrir að Íslendingar fái mergæxli og að það verði upp úr því þá kannski komnar lyfja rannsóknir og jafnvel meðferðir sem við getum beitt hér á landi og vonandi mun þá heimurinn læra því sem við höfum gert og þetta geti þá undið upp á sig. Eftir 10 ár þá vona ég að við séum búin að svara mörgum af þeim spurningum sem við erum að reyna að svara í dag, að við stöndum frammi fyrir nýjum spurningum og við séum búin að ná að skilja betur forspárþætti, heilsu líðanar og hegðunar meðal barna og ungmenna. Við höfum allar forsendur, við höfum frábært vísindafólk, við höfum frábæran efnivið á Íslandi, við höfum eldfjöll sem gjósa og eru lifandi tilraunastofur, við höfum jökla, við höfum íslenska erfðamengið, við höfum svo margt sem að engar aðrar þjóðir hafa. En til þess að nýta þessa efniviði til fullnustu þá þurfum við og svara spurningum fyrir heiminn. Þá þurfum við stuðning íslenska almennings og íslenska ríkisins og ég held að framtíðin gæti orðið verulega björt ef að ríkið fylgir þessu eftir en mér finnst ekkert sérstaklega góðar blikur á lofti að það verði þannig að ég veit ekki hvort ég á að vera bjartsýn en forsendurnar eru þarna. Ég held að það muni þróast í rétta átt. Það er svo ótrúlegur kraftur í vísindamönnum, í Háskóla Íslands og Landspítalanum. Jafnvel eins og núna þegar á móti blæs að þá er svo mikill kraftur og svo mikill vilji, þekking og þetta er svo klárt fólk sem vinnur hérna að ég held að þetta eigi eftir að blómstra næstu 10-15 árin. Ég held að það sé eiginlega engin spurning. Íslenski vísindamenn standa sterkt. Þeir hafa staðið framarlega lengi. Ég sé fyrir mér að þeir haldi áfram að gera það. Að við höldum áfram að birta og hafa áhrif, sækja í sjóði og ná inn meira alþjóðlegu fjármagni til Íslands. Það þarf að bæta vísindalegt uppeldi almennings á Íslandi, tel ég. Við erum fyrst og fremst menningarsamfélag og sem er mjög gott og við erum mjög góð í því en það þarf að auka meðvitund almennings og ég held að það byrji strax í grunnskólanum mikilvægi vísinda og vísindalæsi og gildi vísinda almennt í samfélaginu og ég held að með því fáum við pólitíkusa í framtíðinni sem skilja gildi vísinda og munu ekki í góðveri herða sultarólina á þeim fronti. Það þarf kannski svolítið svona strúktúr, ef maður nota það orð, að skipuleggja sig. Þetta gerist ekki að sjálfu sér og það vita það raunin allir, en þetta þarf skipulag, það þarf að einbeita sér, það þarf að hugsa þetta og fá tíma og þetta allt saman kostar auðvitað peninga og síðan þarf kannski aðeins meira þverfaglegt samstarf, milli deilda, milli stofnana og svo framvegis. Krítískur massi er verulega skiptir máli í vísindastarfi. Það má kannski segja að það sem við þyrftum að hugsa að gera er að efla samstarf vísindamanna á Íslandi þvert á stofnanir. Þannig að það er oft þannig að ég er að sækja þekkingu yfir hafið sem ég átta mig síðan á að er til í næsta húsi. Þannig að við þurfum að tala kannski meira saman á Íslandi.